Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 27. febrúar 2019 og hér að hefjast 1288. fundur bæjarstjórnar Akraness. Og ég segi þennan 1288. fund bæjarstjórnar hér með settan. Hér eru mætt til fundar eftirtaldir bæjarfulltrúar: Rakel Óskarsdóttir, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson og Valgarður L. Jónsson sem hér talar og gegnir stöðu forseta á þessum fundi. Og einnig hér varabæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson í fjarveru bæjarfulltrúa Gerðar Jóhönnu Jóhannsdóttur. Einnig sitja fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri og Steinar Dagur Adolfsson sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs sem sér ritun fundargerðar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og áður en við göngum til dagskrár þá óskar forseti eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar að bæta með afbrigðum eftirfarandi málum á dagskrá. Það mál númer 19.02.204 heilbrigðisstefnu ríkisins til ársins 2030 sem þá dagskrárliður númer 4. Og þeir sem samþykkja að þessu máli verði bætt á dagskrá fundarins skjóru svo að gefa mig merki. Það eru allir sem samþykkja það. Í öðru lagi mál númer 19.01.121 velferðarstefnu Vesturland sem verður þá dagskrárliður númer 5 á fundinum. Þeir sem samþykkja þetta skjóru svo að gefa mig merki. Það eru allir sem samþykkja það. Svo það mál númer 18.07.053 samgöngumál og skil á Hvalfjarðargöngum, öryggismál sem verður þá dagskrárliður númer 6 og þeir sem samþykkja þetta gjöra svolítið gefa merki. Það samþykkt af öllum bæjarfulltrúum. Mál númer 18.07.133 þjóðgarðastofnun, staðsetning og frumvarp sem verður þá dagskrárliður númer 7 og þeir sem samþykkja þetta gjöra svolítið gefa merki. Það eru allir sem samþykkja það. Svo það mál númer 19.02.222 málefni Höfða, fjölgun hjúkrunarrýma, erindi til stjórnvalda sem verður þá dagskrárliður númer 8 á þessu fundi. Þeir sem samþykkja það. Það eru allir sem samþykkja það. Svo það þá mál númer 19.01.119 frumvörp, reglur og þingsályktunartillögu til umsagnar sem snertir hér ályktun varðandi hvalveiðar og verður þá dagskrárliður númer 9 og þeir sem samþykkja að þessu verði bætt á dagskrá fundarins gjöra svo vel að gefa merki. Það eru allir sem að samþykkja það og að síðustu það ein fundargerð skipulags- og umhverfisráðs til viðbótar við það sem að fyrir á fundurum. Hér að ræða 104. fundargerð og hér sem sagt gerð tillaga að bæta 104. fundargerð skipulags- og umhverfisráð við undir málsnúmerið 19.01.008. Þeir sem samþykkja þetta gjöra svo vel að gefa merki. Það eru allir sem samþykkja það. Og þá hér komin ný mál inn á dagskrá frá því að vera númer 4 til númer 9 og að auki ein fundargerð
komin hér inn til viðbótar og fundamenn geta þá náttúrulega nálgast þetta í fundargátt. En fyrsta mál á dagskrá þessa fundar hefur málsnúmerið 19.02.203. Þetta skýrsla bæjarstjóra á árinu 2019 og Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri, fer nú yfir helstu atriði í störfum bæjarstjóra frá 23. október 2018. Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Í dag flyt ég skýrslu bæjarstjóra fyrir tímabilið 24. október, hvorki meira né minna, til 27. febrúar. Skýrslan nær yfir 4 mánaða tímabil, en síðasta skýrsla sem ég flutti var fyrst og fremst ætluð fjárhagsáætlun, Akraneskaupstaðar 2019. Og jólin runnu síðan fljótlega í garð og í janúar fékk ég nýtt hné. Og það er einstaklega ánægilegt að búin að vera að sjá ykkur hérna aftur eftir þessa aðgerð. Þannig að við skulum vinda okkur í þetta. Við byrja á skóla- og frístundamálum að þá var einn árlega Malavík-markaður var haldinn í grundaskóla í nóvember síðastliðnum, þar sem að nemendur og starfsfólk voru að breyta krónum í gull. Allur ágóði markaðarins sem var nú í ár 704.000 rennur til styrktar skólastarfi í Malaví. Einstaklega velheppnaður bæjarstjórnarfundur unga fólksins var haldinn í nóvember síðastliðinn. Þar komu fram margar góðar gagnlegar ábendingar frá unga fólkinu. Ljóst að þeim annt bæi sinn og hafa skoðanir á því hvað gera mætti betur. Ungmennin voru helst ánægð með skólana, kennarana og að verið sé að skapa vettvang eins og málþing og þennan fund svo að raddir þeirra megi heyrast. Frístundamiðstöðin Þorpið á Akranesi og Rut Jörgensdóttir Roterberg, þroskaþjálfi og aðjúnt við menntavísindasvið HÍ, hlutu múrbrjótinn 2018 fyrir að hafa þróað tómstundastarf með margbreytilegum hópum sem byggir á samvinnu þar sem allir geta tekið virkan þátt. Tileinka sér nýja þekkingu og öðlast ný sjónarhorn. Múrbrjóturinn viðurkenning sem Landssamtökin Þroskahjálp veita einstaklingi eða einstaklingum. Félagi eða verkefni sem að mati samtakana hefur brotið niður múra í réttindamálum fatlaðs fólks og viðhorfum þess og stuðla þannig að því að fatlað fólk verði fullgildir þátttakendur í samfélaginu og haft tækifæri til að lifa eðlilegu lífi til jafns við aðra. Starfshópur framtíðarþörf í leikskólaplássum að störfum ásamt starfshóp fyrir íþróttamannvirki að Jaðarsbökkum og á næstunni muni þessir hópar ljúka störfum og bæjarstjóri ásamt fjármálastjóra og sviðstjóra skipulags- og umhverfissviðs að greina enn betur fjárfestingagetu Akraneskaupstaðar með hliðsjón á þessum verkefnum þegar bæjarfulltrúar munu þurfa að taka ákvarðanir forgangsröðun uppbyggingar á næstu vikum. Í skipulags- og umhverfissviðsmálum var helst það að umhverfisviðurkenningar voru afhentar í lok október 2018 og fóru afhendingar fram í Akranesvita og Breið. Í flokknum hvatningaverðlaun hlaut fyrirtæki Bílver, í flokknum falleg einbýlishúsalóð var fyrir valinu lóðin við Grenigrund 30 og í flokknum falleg parasolóð var fyrir valinu lóðin við Jörundarholt 18A og 18B. Í ár ákvað Akraneskaupstaðar að veita umhverfisviðurkenningu fyrir 3 ársins og að þessu sinni var hlinur fyrir valinu. Og síðast en ekki síst þá voru veitt samfélagsviðurkenningar, viðurkenning til einstaklings hlaut Guðmundur Stefán Kjartansson fyrir frumkvæða hreinsun á friðlandinu við Innstavog. Viðurkenning fyrir hóp hlaut Íþróttabandalag Akranes fyrir frumkvæða hreinsun í bænum að hálfu iðkenda og þjálfara aðildafélaga innan Íþróttabandalag Akranes. Akraneskaupstaður kveikti á nýjum jólaljósum á Akratorgi í desember, gaman að tala jólin í febrúar, og var að ræða jólaljós sem voru á Landsbákahúsinu svokallaða, trjágreinar kringum Akratorg og nýtt ljósaverk sem staðsett var á grasbletti við hlið torgsins. Í ár var áfram gert ráð fyrir fjárfestingu í nýjum jólaljósum en sú vinna hafin hjá umhverfisstjóra. Þann 20. desember var undirritaður verksamningur við Work North niðurrif Sementsdrómsins og
Work North núverandi verktaki niðurrif Sementsverksmiðjunnar og verkfundur fyrirhugaður á morgun og kemur þá í ljós dagsetning niðurrifsins. Þessa dagana verið að leita tilboða frá verktökum í annan áfanga í einanúrsbreytingar í Brekkubæjarskóla. Annar áfangi felst í að gera nýja kennarastofu, þekkingatorg og bókasafn, 3 nýjar kennslustofur og eru starfsmenn bæjarins byrjaðir að rífa innréttingar og lausan búnað. Framkvæmdir við byggingu Fimleikahúss við Vesturgötu eru komnar á fullt skrið og má sjá breytingu á svæðinu milli vikna. Búið er að fleiga upp klöppina og nú er unnið hörðum höndum að steypa upp tæknikjallara og sökla fyrir húsið. Þegar sú vinna klárast verður að farið í að steypa plötu og útveggi. Í sumar verður ráðist í að gera nýja búningsklefa bæði fyrir íþrótta- og Fimleikahúsið. Á meðan þær framkvæmdir standa yfir má búast við íþróttahúsið verið lokað að hluta að öllu leyti. Af öryggisástæðum hefur sparkvelli við Brekkubæjarskóla verið lokað á meðan framkvæmdir standa yfir og áætlað að opna hana nýju fyrir sumarlok. Guðlaug fekk tilnefningu 1 af 5 aðilum í tilnefningu til Steinsteypuverðlauna ársins 2019 sem að bæjarstjóri vissi nú ekki að til voru slík verðlaun fyrr en við fengum þessa tilnefningu nýverið og er það auðvitað mjög ánægjulegt. Bláa lónið var hins vegar hlutskarpast en arkitektar sem að unnu að Guðlaugu og Bláa lóninu voru þeir sömu og má segja að þar hafi þeir sýnt hvað mikið er í þessa samstarfsaðal okkar spunnið. Í byrjun desember þá hitti skipulags- og umhverfisráð ásamt bæjarstjóra og verkefnastjóra atvinnumála 3 mismunandi hópa sem hafa áhuga á uppbyggingu Sementsreit. 1 viðskiptabanka, 1 fagfjárfestahóp í byggingariðnaði og 1 fasteignaþróunarfélag sem var í samstarfi við fjárfestingabanka. Skipulagsráð er svo að undirbúa hvernig standa í að næstu skrefum, áherslu valferils og hvernig verður staðið að vali á þessum samstarfsaðlum þessum með öðrum. Verður þetta unnið nánar á næstu vikum í skipulags- og umhverfisráði. Fyrirferðarmikil barátta var í nóvember og desember hjá bæjarstjóra og mörgum í bæjarstjórn að fá faxabraut inn í samgönguáætlun. Bréfaskriftir, fundir með forstjóra vegagerðar, umhverfis- og samgöngunefnd, Alþingis, fjárlaganefnd Alþingis og þingmönnum Norðvesturkjördæmis voru haldnir ásamt því að óteljandi símtöl voru tekin á ýmsa ráðherra og þingmenn. Vil ég þakka öllum í bæjarstjórn sem lögðu hönd á plóg í þessu verkefni því hér var mikið réttlætis- og hagsmunamál fyrir okkur skagamenn. Sérstaklega ánægjulegt var að ná inn 200 milljónum samtals fyrir árið 2019 og 2020 og þó að verkið sé ekki allt full fjármagnað þá er ég sannfærður að þetta mun duga okkur til að klára það alla leið. Og frekari fjármunir muni fást, það er í okkar höndum. Kæra þakkir elsku bæjarfulltrúar, samtakamáttur ykkar, Elja og smá dass af ákveðni og frekju skilaði okkur þessum árangri. Ég ætla bara að segja það að ég er stoltur af ykkur og ég er líka stoltur af sjálfum mér og þeirri strategíu sem við lögðum upp í þessu verkefni og skilaði árangri. Þetta mun létta verulega á heildaruppbyggingu Sementsreitsins og nú er okkar að fylgja eftir og tryggja að þetta verði klárað sem allra fyrst. Ekki var sama gleði hjá okkur með óvæntan niðurskurð til Sundabrautar, til Kjalarness, Vesturlandsvegar og Kjalarness. Verður það að segjast að þar hafi öll loforð fokið út veður og vind eftir að bæjarstjóri, formaður bæjarráðs Elsa Lára Arnardóttir, oddviti sjálfstæðismanna Rakel Óskarsdóttir bæjarfulltrúi og Ólafur Adolfsson bæjarfulltrúi höfðu tekið innan gæsalappa hárblásarann á nokkra velvalda einstaklinga, að minnstu kosti velvalin orð á forstjóra vegagerðar, flesta þingmenn umhverfis- og samgöngunefndar og ráðherra og aðstoðarmann hans og með einu pennastriki var spólað að hluta tilbaka að minnstu kosti hvað árið 2020 varðar. Þessu verðum við að fylgja eftir og við verðum að fylgja því vel eftir. Það ljóst að það má ekki slá slöku við. Þarna stóðum við vaktina og var mikilvægt að ná þessu verkefni aftur
á þokkalegri stað, getum við sagt. Haldnir voru nokkri fundir í stjórn Spalar sem bæjarstjóri sótti á tímabilinu, en þar var verið að klára loka útfærslu og lokum starfseminnar. Akraneskaupstaðar ásamt Hvalfjarðarsveit stóðu fyrir hátíð eða léttri þakkargleði fyrir starfsmenn Spalar. Jafnframt mætti bæjarstjóri síðastliðið föstudagskvöld í lokakvöldverð starfsmanna Spalar, þar sem að svona rétt áður en að þeir ganga út úr húsnæðinu, og það nú orðið bara örfáir starfsmenn þar eftir sem eru að svona rétt að ganga frá. Nú vil ég nota þetta lokatækifæri til að þakka þeim frábæru frumkvöðlum og starfsmennu Spalar á staði jafn glæsilega þessu verkefni. Við tökum gleðin út úr því hversu vel þetta var gert og ég sannfærður að þessa verkefni sem verður minnst næstu áratugina sem skólabókadæmi hvernig á að standa slíku verkefni. Í velferða og mannréttamálum á sviði var ánægjulegt þegar síðastliðinn föstudag var tekin fyrsta skóflustunga að Dalbrautarrit. Þar erum við að stíga stórt skref í að tryggja fepan varlegt og betra húsnæði fyrir þeirra starfsemi, ásamt því að starfsaðstaða heimahjúkrunar, heima- og félagsþjónustu verður stórbætt, ásamt því að hægt verður að bjóða upp á ýmsa aukaþjónustu í þessu rými sem ekki hefur áður boðist. Nánari útfærsla á þessu í gangi í starfshópi og útfærsla á teikningum á lokaspretti og vonir standa til að starfshópurinn skili niðurstöðu innan fárra dag eða minnst okkur fárra vikna. Þarna eru þetta líka að fara í uppbyggingu töluverð íbúabyggð sem er fagnaðarefni í bænum okkar. Síðastliðið laugardagskvöld mætti bæjarstjóri sem gestur fepan í 30 ára afmæli og skemmti sér konunglega og flutti kveðju frá bæjarstjórn. Það eru spennandi tímar í starfseminni og á næstunni hefur öldungaráð störf sem er auðvitað líka partur af því að stuðla farsælli öldrun á Akranesi. Og verður spennandi að sjá hvernig það ráð mun láta til sín taka. Íbúðalánasjóður hefur fallist á umsókn Þroska til hjálpar stofnframlag vegna uppbyggingar á húsnæðis- og beikiskógum 17 og þar er ýmislegt sem við höfum eftir að klára í að keyra það verkefni áfram. Á stjórnsýslu og fjármálasviði var mannúðsdagur Akraneskaupstaðar haldinn 19. nóvember og hann er auðvitað að ná til allra starfsmanna kaupstaðarins. Þetta var einstaklega skemmtilegu dagur þar sem að, eins og ég sagði, allir komu saman og unnið var með endurgjöf og hrós í borðavinnu og við náðum virkilega að kveikja samheldina hjá starfsmönnum. Bergur Ebbi mætti sömulega svo staðinn og náði skemmtilega til allra. Á svona dögum sér maður verðmæti sem liggur í mannauði kaupstaðarins og er þakklæti efst í huga mínum til allra þeirra sem tóku þátt í verkefninu og ekki sísti þeirra sem skipulögðu hann. Fjárhagsáætlun Akraneskaupstaðar fyrir árið 2019 og 3 ára áætlun var kláruð og var samþykkt á fundi bæjarstjórnar 11. desember síðastliðinn ásamt fjárfestinga- og framkvæmdaáætlun. Fjárfestingaáætlun bendir til þess að fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar er sterk og verður til að mynda 3,1 milljarður settur í fjárfestingar og framkvæmdir á næstu 5 árum. Það sem við höfum nú rætt mjög mikið fjárhagsáætlun þá ætla ég að láta þetta duga sem yfirferð á þessu sinni. Nýverið sótti Akraneskaupstaðar styrk til Evrópusambandsins uppsetningu á þráðlausu neti og opnum svæðum á Akranesi, Wi-Fi for EU. Alls hlutu 2800 sveitafélög styrk af þeim 13.000 sem sóttu innan EES-svæðisins og alls hlutu 2800 sveitafélög styrk innan EES-svæðis og var Akraneskaupstaðar þar á meðal ásamt Reykjavíkurborg og Skagafirði. Þau svæði sem Akraneskaupstaðar er að skoða varðandi uppsetningu á þráðlausu neti eru til að mynda Garðalundur, Langisandur, Breiðin og Akratorg. Samkvæmt niðurstöðu Gallup meðal íbúa ýmsa þjónustuþætti sveitafélagsins kemur skýrt fram að á Akranes er gott að búa, sérstaklega fyrir barnafjölskyldur. Í þjónustukönnunum síðustu ára hefur þjónusta Akraneskaupstaðar mælst yfir meðaltali á landsvísu þegar kemur á ánægju íbúa með þjónustu sveitafélagsins og hefur ánægja aukist milli ára með þjónustu bæjarins þvert á málaflokka.
Ánægja með þjónustu við barnafjölskyldur sömuleiðis að aukast á milli ára og Akranes þar í öðru sæti á landsvísu. Þá Akranes einnig meðal efstu 3 þegar kemur að ánægja með sveitafélagið sem stað til að búa á og í öðru sæti með þjónustu leik og grunnskóla. Þetta auðvitað gríðarlegt fagnaðarefni hvað við erum að koma vel út úr þessu og við erum að fá nánari kynningu á þessari könnun, hvar við stöndum meðal gagnvart hinum ýmsu sveitafélögum og hvernig við getum unnið frekar að því að efla okkur til framtíðar. Miðvikudaginn 13. febrúar tóku bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og embættismann Akraneskaupstaðar á móti Katrínu Jakobsdóttur, forsætisráðherra, sem var í embættisferð á Akranesi að heimsækja Fjölbrautaskóla Vesturlands og Akranesi og Akraneskaupstað. Með Katrínu för var aðstofamaður hennar, Lísa Kristjánsdóttir og Bjarni Jónsson varaþingmaður Vinstri grænna í Norðvesturkjördæmi. Bæjarfulltrúar og bæjarstjóri voru búin að taka saman minnisblað með helstu áherslumálum bæjarins fyrir fundinn, var það afhent forsætisráðherra. Þar á meðal var til umræðu hagur barna og ungs fólks, þá einna helst menntamál og þróun menntunar á Íslandi, þau tækifæri sem Akranes hefur að bjóða á þessu sviði, öruggt húsaskjól, hagfellt húsnæði og örugga samgöngur, atvinnuöryggi og efling atvinnutækifæra og heilsa og forvarnir voru jafnframt þau atriði sem voru til umræðu. Bæjarfulltrúar og bæjarstjóri þakka forsætisráðherra kærlega fyrir komuna og óska henni velgengni í hennar mikilvægu störfum. Við fengum sömuleiðis niðurstöðu persónuverndar hið svokallaða opna bókhald og þar tók persónuvernd ákvörðun að birting persónuupplýsinga á vefsíðu kaupstaðarins einstaklinga sem notuðu þjónustu sveitarfélags hafa ekki verið í samræmi við persónuverndarlög og í kjölfar frumkvæðisathugunar persónuverndar þá var farið yfir það hvort birtingu upplýsingana þar sem sveitarfélagið nýtti Power BI service umhverfi Microsoft í kjölfar ráðgjafar KPMG þar sem hægt var að draga fram með myndrænni framsetningu í bókhaldinu valmögulgan C-records og skoða persónu upplýsingar þar á bakvið. Við rannsókn málsins kom í ljós að hægt var að sjá að þessi möguleiki var til staðar þegar kerfið var sett upp og persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu að þetta hafi ekki samræmst lögum 77/2000 og þá var einnig komast að þeirri niðurstöðu að öryggi við vinnslu persónuupplýsinga hefði ekki verið í samræmi við lögin, auk þess sem ekki var gerður vinnslusamningur við KPMG. Taldi persónuvernd það verulega ámælisvert að fyrirtæki sem veitir sérfræðiþjónustu á þessu sviði skyldi viðhafa þau vinnubrögð sem lýst í málinu, þar með talið að ganga ekki úr skugga að ekki væri mögulegt að nálgast upplýsingar einstaklinga í gegnum notkun á Power BI. Þá voru gefin fyrirmæli Akraneskaupstaðar geri viðeigandi tæknilegar og skipulegar ráðstafanir til að tryggja öryggi vinnslunnar og geri vinnslusamning við KPMG. Og bæjarráð hefur farið bæjarstjóra að fylgja eftir þessari ákvörðun persónuverndar og framfylgja henni. Myndbandsgerð fjárhagsáætlun núna langt komin, alveg á lokasprettinum og margir bæjarfulltrúar hafa verið að peppa bæjarstjóra í að keyra á þetta verkefni áfram og við erum að vonast til þess að geta sett þetta í lofti núna strax í fyrstu vikunni í mars mánuði. Og þá munu bæjarbúar geta séð með einföldum hætti mynda því í hvað fjármunir Akraneskaupstaðar eru að fara. Og vinna við gerð ársreikninga sömuleiðis í fullum gangi og fjármálasvið á kafi í þeirri vinnu. Sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, endurskoðandi og verkefnastjóri hafa í þeim ljósi verið að funda með brú því að það nú alltaf stór óvissu þáttur í hvernig við klárum ársreikningin hjá okkur og efla að fá upplýsingagjöf til Akraneskaupstaðar vegna lífeyrisskuldbindinga kaupstaðarins og þar eru að reyna að tryggja bætta upplýsingagjöf stöðu kaupstaðarins og þær berist okkur tímalega vegna ársuppgjörsins. Í menningarmálum þá það helst að þann 1. nóvember færði bæjarstjórn Akranes Braga Þórðarsyni nafnbótina heiðursborgari Akranes við hátíðlega athöfn á bókasafni Akranes. 150 manns voru viðstödd þessum merku tímamót
og Bragi 8. einstaklingurinn sem lítur þessa nafnbót og gerði það á þessum glæsilega viðburði. Menningarverðlaun Akraness voru afhent í upphafi vökudaga. Var það Ásmundur Ólafsson sem fékk þau í ár. Menningarverðlaun Akraness eru almennt veitt þeim sem hefur skarað fram úr einhverju sviði menningar í bæjarfélaginu og voru veitt þeim sem höfðu staðið vörð um menningararfleifð Akraness og haldið sögu bæjarins á lofti. Ásmundur hefur langt skeið lagt stund á greinaskrif merka atburði og framfaramál í sögu Akraness og birt meðal annars í útvarpi, tímaritum og blöðum og á hann svo sannarlega þessa nafnbót skilið. Við opnuðum nýjan vef í nóvember, skagalíf.is. Markmiðið með síðunni að auðvelda fólki að finna upplýsingar það sem að gerast á skaganum. Síðan skipt upp í 2 hluta. Á efri hluta síðunni eru setta fram upplýsingar tómstundir, menningu og útivist og á neðri hlutanum viðburðardagatal. Vökudagar voru haldnir í loka október og stóðu fram til 11. nóvember. Fjölmargt var í boði Akranesi, myndlistasýningar, tónleikar, jóga í vitanum, listasýningar leikskólabarna, hrekkjavaka á byggðasafninu og ljósalist á breið svo fátt eitt sé nefnt. Þakklæti sent til allra sem leggja metna sín og vinnu í að standa fyrir viðburðum á þessari hátíð á Akranesi. Undirbúningur nýrar grunnsýningar á byggðasafninu gengur vel og forstöðumaður menninga og safnamála að einbeita sig fyrst og fremst að störfum við undirbúning hennar og búið að auglýsa eftir umsjónaraðila viðburða í ár þar sem 6 aðilar sóttu áður en að frestur rann út 17. febrúar síðastliðinn. Á Þorrablóti Skagamanna sem haldið var 27. janúar var Bjarni Þór Bjarnason útnefndur skagamaður ársins en Bjarni hefur ávallt verið boðinn og búinn til að styrkja góð málefni með því að leggja til vinnu og listaverk þegar til hans leitað ómögulegt að reikna út hversu mikið hann hefur lagt til ýmissa málefna í bænum í gegnum tíðina. Einn fremsti listamaður Akraness fyrr og síðar og galleríð hans setur skemmtilegan svip á miðbæinn. Akraness kaupstaður sendi Bjarna Þór hamingju óskir með titilinn í ónalag við önnur verðlaun sem voru afhent á blótinu. Í atvinnumálum hóf Sigríður Steinunn Jónsdóttir, nýr verkefnastjóri atvinnumála, störf 1. desember síðastliðinn og aðalfundur var haldinn 16. nóvember hjá Þróunarfélagi Grundartanga en þar spennandi vinna í gangi. Nýverið náði formaður stjórnar Þróunarfélagsins, bæjarfulltrúinn Ólafur Adolfsson, atvinnuveganefnd í heimsókn á Grundartangasvæðið að hitta helstu fyrirsvarsmenn stærstu fyrirtækjanna á Grundartangasvæðinu. Þar mættu sömuleiðis verkefnastjóri atvinnumála. Það skiptir mjög miklu máli að við séum að styðja þessi fyrirtæki sem að glíma við ýmsar áskoranir í sínum rekstri og þurfum við að beita okkur vel svo þau ná að leysa á þeim vandamálum. Má þar helst nefna orkumál en þar hafa verið ýmsar hindranir í veginum á síðustu misserum. En það eru líka ýmis sóknarfæri hjá þessum fyrirtækjum og við getum stutt þau enn betur. Og þar metnaður í Þróunarfélaginu einmitt að stuðla að því. 21. nóvember var haldið nýsköpunarþing SSVaf en þar hélt bæjarstjóri hugvekju 4. innbyltinguna og áhrif hennar á störf framtíðar. Ánægjulegt var að 5 verkefni hlutu styrki til atvinnuuppbyggingar og nýsköpunar á þeim degi sem eru hér á Akranesi en það voru Akraborg en það titill verkefni sem umsóknarvinna með Evris fengu 1 milljón og þarna hefur verið að sækja vöruþróunarstyrk til þess að fara í nauðsynlega vöruþróun og markaðssetning á svilum sem eru vannýtt auðlind til bolfiskvinnslu. Art3 sem var með verkefnið Inspira, minjagripir af Vesturlandi fengu 1 milljón. Þar eru þeir að fara að framleiða staðbundna minjagripi á Vesturlandi til framtíðar. Og þetta magnaðurinn 4. innbyltingar fyrirtæki sem til hér í bænum sem vonandi nær að efla sig til framtíðar. Báran Brugghús sem fékk 400.000 króna styrk og áætluð að framleiðsla fyrirtækisins verði 8.000 lítrar á ári til að byrja með og verður spennandi að sjá hvernig það fyrirtæki mun þróast áfram á næstu missurum. Og svo var það útgerða fyrirtæki Lokinhamar sem að
þróa veiðar og vinnslu á grjótkarpa og fekk 2 milljónir í styrk sem að bæjarstjóri hefur sérstakan áhuga á þessu verkefni og mjög spenntur að sjá hvort að við náum að brúa þann möguleika að hér geti krabbavinnsla orðið í kringum Akranes, frá Hvalfirði og alveg að Borgarnesi. Hér verið að skoða bæði tilraunaveiðar, markasetningu á grjótkrabbanum ásamt því að það verið að skoða möguleika á því að koma smábátaútgerðinni af stað í að nýta þessa auðlind. Afurðverkefnis viðskiptaáætlun sem tæki mið af niðurstöðum verkefnisins ásamt því að þetta mun skila verðmætasköpun í smábátaútgerð. Sömuleiðis fékk Keilufélagið að lokum 400.000 króna styrk til markaðskynningar á starfseminni og ætlun að veita bæjarbúum að gestum afþreyingu allt árið kring og koma þá þessu rækilega á framfæri. Guðlaug var svo opnuð í byrjun desember og hefur hlotið vægast sagt góðar undirtektir. Alls hafa 2000 manns farið í Guðlaugu síðan hún opnaði og margir lýst yfir ánægju með heimsókn í laugina. Síðan búið að vinna markvisst í að bæta aðstöðuna enn betur við laugina og til að mynda búið að fjárfesta í húsnæði sem kemur fljótlega á svæðið. Í húsnæðinu verður aðstaða fyrir starfsmann, einnig salerni fyrir gesti ásamt því að verið að skoða möguleika á því að vera með söluvarning í húsnæðinu, svo sem mat og minjagripi Akranes. Í búningsklefum fyrir Guðlaug búið að setja upp bekki og mottur og einnig hafa verið gerðir ráðstafanir til þess að auka þrýsting heitavatnsins í laugina. En hitastigið hefur verið smávægilegt vandamál frá opnun laugarinnar. Einnig hefur verið í skoðun hjá Akraneskaupstað að bæta aðgengi að lauginu niður sandinn og aðstöðu fyrir sjó og handklæði nær lauginni. Tillögur það ætti að koma í ljós á næstu vikum. Þá hefur verið tekin ákvörðun að fjarlæga steinana á sandinum sem liggja frá lauginu niður á sjó og það gert á næstu vikum. Það gert út frá öryggissjónarmiðum. Og þeir sem eru glöggir og eru duglegir á samfélagsmiðlum hafa séð hversu mikinn áhuga þessi Guðlaug að fá og ég sannfærður að þetta vera sprenging í því núna þegar farið verður inn í sumarið. Minnisvarði fyrsta vita á Akranesi var formlega vígður 20. desember síðastliðinn á Akurshól og ég, bæjarstjórinn og Gísli Gíslason, fyrrverandi bæjarstjóri, fengum þann heiður að kveikja á vitanum en það var frumkvæði Faxaflóhafna sem að Gísli veitir forstöðu að enda sín samstarf við Akraneskaupstað gerð minnisvarðans en tilefni 100 ára afmæli gamla Vitas og Breið. Að lokinni athöfn var gestum boðið til móttöku í Akranesvita þar sem hljómsveitin Ylja flutti ljúfa tóna. Akranesviti komst á heimskortið árið 2018 en umfjöllun var í Guardian Vitan og veldu lesendur miðilsins hann sem einn af sérstökustu og forvitnislegustu ferðamannastöðum í heimi. Og Vitanir hafa verið eitt helsta aðdráttarafl Akranes fyrir ferðamann á undanförnum árum og þessi skemmtilega frétt vonandi upphafði góðu ferðamannári á Skaganum. Framundan ráðstefna undir heitinu að sækja vatnið við lækinn 23. mars og ég vil ljúka máli mínu á að svona minna á hana að biðja fólk að taka þann dag frá. Hún verður í Tónbergi og Akranesi. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ráðherra mun setja ráðstefnuna en þema hennar nýsköpun, lifandi samfélag og öflugt atvinnulíf. Það Akraneskaupstaður, Landbúnaðarháskóli Íslands og Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi sem standa fyrir ráðstefnunni. Dagskrá ráðstefnunnar verður auglýst nú í byrjun mars og lofar hún mjög góðu og ætla ég að gefa bæjarfulltrúum í bæjarráði að sjá hana á bæjarráðsfundinum á fimmtudaginn og þar sem við ætlum svona að loka því hvernig dagskráin verður. Fjölmargir glæsilegir ræðumenn verða með örerindi en einnig verða pallborðsumræður. Fundastjóri Páll Brynjarsson, framkvæmdastjóri Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Í lok ráðstefnunnar lögð sérstök áhersla á tengslamyndun og verður í því skyni boðið upp á léttar veitingar ásamt því verða fyrirtæki og stofnanir með bása á svæðinu. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar,
Ég hef lokið máli mínu. Já, forseti þakkar bæjarstjóra fyrir þessa greinargóðu skýrslu óvenjulangt tímabil í þessari skýrslugerð og orðið laust ef einhver vill bregðast við skýrslu bæjarstjóra og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég vil byrja á að óska bæjarstjóra okkar, Sævari Frey Þráinsinni, bjóði velkomin aftur til starfa, ætla ég nú að segja, eftir veikindafrí og jafnframt að biðja að fara varlega því kappið mikið og að taka því að fara varlega eftir svona stóra aðgerð. Ég vil jafnframt þakka Steinari Adolfssyni fyrir virkilega góð störf á meðan og líka auðvitað og undanfarið alltaf á meðan og sérstaklega núna meðan að bæjarstjóri hefur verið í burtu og maður vilji gera varðandi Sædísi Alexíu Sigmundsdóttur. Þetta hefur verið afar gott samstarf og gott að leita til ykkar allra eins og alltaf. Bæjarstjóri fór yfir mjög marga þætti í ræðu sinni en mér langaði bara að fara örlítið hérna og bara segja í stuttu máli. Mér langar að óska öllum þeim sem hafa fengið viðurkenningar eða verðlaun eða tilnefningar á vegum bæjarins á því tímabili sem bæjarstjóri fór yfir í ræðu sinni innilega til hamingju. Allir vel af því komnir. Mér langaði jafnframt bara að segja eins og framkom í ræðu bæjarstjóra að það gríðarlega mikið í gangi, jákvætt í okkar góða bæjarfélagi. Sama hvert við lítum, hvort það sementsreitur, dalbrautarreitur, hvort það inn í skólum bæjarins og aðra slíka þætti. Ég tek undir orð bæjarstjóra, það var mjög mikilvægt að fá þá fjármuni sem við fengum inn í Faxabrautina og þar var samvinna allra bæjarstjórnar og embættismann og bæjarstjóra sem skipti gríðarlega miklu máli í því samhengi. Við þrýstum öll á fólk sem var að þrýsta á og sama hvað var það Kjalarnesið að þar eins og bæjarstjóri orðaði að hárblássurinn var settur í gang og það skilaði sér og að auk þessa vil ég þakka starfsmönnum Spalar, þessum frumkvöðlum sem hafa rutt veginn í nýrri hugsun hvað varðar samgöngubætur, þakka þeim fyrir gríðarlega gott starf undanfarin ár. Ég vil einnig lýsa ánægju minni með heimsókn Katrínar Jakobsdóttur, forsætisráðherra hingað og ég sá það á Twitter að hún var sérstaklega glöð með heimsóknin hingað og hafa hitt Klopp gullfisk á síðustu dögum ævi hans. En ég verð nú bara að segja það hér líka að ég vona það að andlát Klopps gullfisks hafi ekki áhrif á gengi Liverpool í ensku deildinni. En ég ætla að leyfa þessu bara að verða að loka orð mín hérna undir ræðu bæjarstjóra og bara þakka fyrir mjög greinargóða og góða yfirferð bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarstjóra fyrir greinargóða yfirferð á störfum bæjarstjóra og jafnframt bjóða hann velkomin til starfa á nýja leik. Ég get bara sagt að hér, ég hef saknað hans og hann hefur auðvitað ekki fengið að vera algjörlega óreittur í veikindaleginu og ég veit að bæjarfulltrúar og starfsmenn bæjarins hafa nú aðeins verið að leita til hans svona í svindlinu. Kannski bara nefna það að þó að sé ekki endalega komið út úr í með gullfiskinn þá vil ég samt benda á það að hann var mjög hægrisinnaður og ég gæti alveg trúa því að hann hafi ekki verið ánægður með heimsóknina.
það hafi verið niðurstaðan. Ég skildi hann að fengi vegilega útför og hafi verið jarðar langasendi. En mér langar til að spurja bæjarstjóra svo við sleppum nú öllu glensi. Ég fagna því að við séum að leggja af stað á nýja leik með það að birta reikninga bæjarins og látum ekki þetta bakslag sem við fengum í þessi fáu segl sem voru komin á loft á þeim tíma, við látum það ekki aftur að okkur og höldum ótrúið áfram. Þetta er mikilvægt gagnvart gagnsæi þeirra samskipti sem bærinn á við alla aðila og eyðir óþarfa tortryggni. Ég minnist þess líka að bæjarstjóri hafi staðið fyrir myndbandagerð upplýsingar úr fjárhagsáætlun sem mér þykja vera mjög greinargóðar og ég ætla eiginlega að forvitnast það hvort að við eigum ekki von á að fara að sjá bæjarstjórinn í nýju myndbandi hvert fara krónur okkar. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Fleiri sem óska eftir að tjá sig skýrslu bæjarstjóra? Svo ekki og þá býðir bæjarstjóra að bregðast við, gjör svo vel. Ég þakkar bæjarfulltrúi Ólafi Adolfssoni fyrir fyrirspurnina. Já, hann hefur líklega verið að lesa eitthvað meðan ég fór yfir ræðuna hérna áðan, en ég sagði frá því að þetta mun birtast núna í fyrstu vikun í mars og endur tek það bara hér með bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Takk fyrir og það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjör svo vel. Ég vil beða bæjarstjóra velmenningar því að hafa ekki hlustað betur á ræðuna og ætla samt að halda því fram að ég hef verið að lesa mjög mikilvægar upplýsingar meðan hann sagði þetta. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafi Adolfssoni fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að tjá sig skýrslu bæjarstjóra? Svo er ekki og hefur þar með bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson skilað hér skýrslu yfir helstu atriði í störfum sínu frá 23. október 2018. Annað mál á dagskrá hefur málsnúmerið 17-09-090. Þetta er aðalskipulag Akraneshöfn, aðalhafnargarður. Á fundi skipulags- og umhverfisráðs sem haldinn var þann 18. febrúar síðastliðinn var fjallað tillögu að breytingu á aðalskipulagi Akranes 2005-2017 vegna Akraneshafnar sem auglýst var samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 frá 18. október til og með 30. nóvember 2018. Engar athugasemdir bárust. Minjastofnun gerði kröfu mælingu á minjum í sjó og á landi og þær yrðu mældar upp og settar inn á skipulagsuppdrátt. Fornminjastofnun Íslands hefur skilað inn fornleifakönnun við Akraneshöfn og minjar hafa verið merktar inn á skipulagsuppdrátt. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingin verði samþykkt samanber 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og send skipulagsstofnun til staðfestingar. Og orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls hana og ber þá forseti upp eftirfarandi tillögu að bókun á þessu máli. Bæjarstjórn Akraness samþykkir aðalskipulagsbreytinguna samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og hún verði send skipulagsstofnun til staðfestingar. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjör svo gefa merki og hún er samþykkt 9-0. Þá er það þriðja mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 19-01-287. Þetta eru reglur stofnun starfshópa. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þá 14. febrúar síðastliðinn reglur stofnun starfshópa og vísar þeim til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Og reglurnar eru í
gátt í fundargögnum fundarmanna og orðið laust þessar reglur og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir sem á hlýða. Forseti fór hérna yfir málið sem reglur stofnun starfshópa hjá Akraneskaupstað. Mig langar aðeins bara að fara yfir þetta. Og þessar reglur eiga gilda starfshópa sem skipaðir eru til að vinna verkefni sem eru skilgreind samkvæmt erindisbréfi og starfa í afmarkaðan tíma. Og þessar reglur munu þá gilda starfshópa sem eru skipaðir aðal- eða varabæjarfulltrúum, starfsmönnum og fulltrúum utan stjórnkerfis Akraneskaupstaðar. Og það þá bæjarráð sem veitir heimild fyrir stofnun starfshópa hverju sinni. En það eru bæjarráð, fagráð, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og sviðsstjórar sem geta lagt fram tillögu stofnun starfshópa. Og allir starfshópar þeir starfa samkvæmt erindisbréfi og í erindisbréfi skulu verkefni hóps vel skilgreind og hnitmiðuð og erindisbréf skulu fylgja tillögu stofnun starfshópa hverju sinni en öðruvísi ekki hægt að samþykkja stofnun starfshópa og í erindisbréfi skulu eftirfarandi upplýsingar koma fram sem eru meðal annars heiti starfshóp, fyrir ábyrgðarmaður, fyrir hópnum, hann tilnefndur af bæjarráði eða fagráði. Þar þurfa að koma nöfn þeirra sem tilheyra starfshópnum, hlutverk og helstu verkefni hans, upplýsingar ráðgjöf og samstarf, starfstímabil og skil, upplýsingar og áætlun greiðslur fyrir nefndastörf samkvæmt reglum laun hjá Akraneskaupstað til bæjarfulltrúa og fyrir setu í ráðum, nefndum og starfshópum og allan þann kostnað sem leggst til vegna starfshópsins og aðrar mikilvægar upplýsingar sem þörf á að tilgreina. Og það segir fundi, starfshóp og fundasköp að starfsmaður sem starfa með starfshópi skulu undirbúa fundi í samráði við formann starfshóps. Hann sér að starfshópurinn sem boðaði til fundar með skriflegu fundarboði ásamt dagskrá að minnsta kosti 1 sólarhring fyrir fund. Og það sé formaður starfshóps sem stjórni fundum og sér allt fari löglega og skipulega fram á fundum þess. Þessi starfsmaður starfshópsins annars fundaritun fundargerða og skulu fundargerðir undirritaðar og samþykktar af meðlimum starfshóps eigi síðar en í upphafi næsta fundar á eftir og fundargerðir skulu lagðar fram til kynningar í viðeigandi fagráði hverju sinni. Síðan að lokum segir til skil starfshópa á niðurstöðu og þar lagt til að starfshópar skulu skila sér niðurstöðu í undirrituðu skýrsluformi til þess fagráðs sem átti tillögu að stofnun hópsins og þessar niðurstöður skulu einnig alltaf vera lagðar fyrir bæjarráð og það þarf að hafa í huga eftirfarandi atriði þegar að starfshópar skila af sér sem eru erindisbréf, fundagerðir, verkefnaáætlun, ráðgjöf, fjárhagsáætlun, áhættugreiningu, tillögur að úrlausn verkefnis og skýra framsetningu. Eins og forseti kom inn á í áðan þá var þetta samþykkt í bæjarráði 14. febrúar síðastliðinn og ég vil bara segja ég til að sé gott skref að koma á reglum stofnun starfshópa hjá Akraneskaupstað. Ég til þetta sé til mikilla bóta fyrir bæði nefndamenn í starfshópum og embættismenn bæjarins að það bara sama gildi fyrir alla og það sé bara reglur eftir hverju eigi að fara. Þannig ég fagna því að þetta sé hér komið fram. Takk fyrir. Kæra þakkir, bæjarfulltrúa Elsa Lára Arnardóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þessar reglur stofnun starfshópa? Svo ekki og þá ber forseti upp þessar tillögur að reglum eins og það liggja í fundargögnum fundarmanna og þeir sem samþykkja reglurnar með þessu lagi gjöru svo vel að gefa merki og þær eru samþykktar 9-0. Þá erum við komin að máli númer 4 á dagskrá og þetta eitt af þeim málum sem voru
sem að komi hér inn með afbrigðum í upphafi fundar. Þetta sem sagt hefur málsnúmerið 19.02.204 heilbrigðisstefna ríkisins til ársins 2030. Og hér að ræða umsögn bæjarstjórnar Akraness heilbrigðisstefnu ríkisins til ársins 2030 og forseti ber upp eftirfarandi tillögu að umsögn bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Akraness fagnar því að þingsályktunartillögum heilbrigðisstefnu til ársins 2030 sé komin fram og markmiðum tillöguna sem eru að landsmenn allir eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem tök eru á að veita á hverjum tíma til að vernda andlega, líkamlega og félagslega heilsu fólks. Bæjarstjórn Akraness vekur athygli á þingsályktunartillögu nr. 114 frá árinu 2017 en þar segir meðal annars að við gerð heilbrigðisstefnu skuli taka tillit til íbúaþróunar á starfsvæðum heilbrigðisstofnunar og litið sé til þess hvort sóknarfæri séu í því að nýta auð sjúkrarými á heilbrigðisstofnunum á landsbyggðinni og létta þar með álagi af Landspítala. Þessi þingsályktunartillaga var samþykkt með öllum greiddum atkvæðum þingheims og vísað til þáverandi heilbrigðisráðherra. Í þessu samhengi bendir bæjarstjórn Akraness á að íbúum á Akranesi hefur fjölgað 780 frá árinu 2011 og íbúar Akraness eru nú 7.436. Það því mikið hagsmuna og öryggismál að heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi sé efld og þjónustustig hennar aukið. Bæjarstjórn Akraness bendir einnig á að heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi í einungis 45 mínútna akstursfjarlægð frá Landspítala og því tilvalið að gera hana varasjúkrahúsi fyrir Landspítalann. Bæjarstjórn Akraness leggur jafnframt mikla áherslu á að þeir 15 biðrými sem á E-deild heilbrigðisstofnunar Vesturlands á Akranesi verði gerð af varanlegum rýmum. Umsögnin skal send á velferðarnefnd Alþingis og þingmenn Norðvesturkjördæmis. Einhverjir sem að óska eftir að taka til máls þessa tillögu að umsögn og það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég kem hér upp til að fagna þeirri umsögn sem að forseti las hér upp og þannig að á undanförnum árum hefur verið innan Alþingis lagð fram ýmis þingmannamál að til dæmis efla heilbrigðisstofnun Vesturlands á Akranesi. Það hafa verið lagðar fram alls konar fyrirspurnir aðgerðir og sem eru framkvæmdar á okkar góðu heilbrigðisstofnun. Það hafa einnig verið lögð fram eins og kemur fram í umsögninni þingsályktunartillaga sem allur þingheimur samþykkti á sínum tíma það að efla það að gera heilbrigðisstefnu fyrir Ísland og þar var sérstaklega talað það í greinargerð með þeirri þingsályktunartillögu var talað það að nýta auð sjúkrarými á heilbrigðisstofnunum í kringum höfuðborgarsvæðið til að meðal annars að létta álaginu af Landspítala og þar var jafnframt talað að það ætti að horfa til íbúaþróunar á starfsvæðum heilbrigðisstofnana víðsvegar landið og þegar við erum í þeirri stöðu sem við erum í dag, mjög ört vaxandi samfélag þá finnst mér allavega tilefni til þess að vekja athygli á því hvaða sóknarfæri við höfum í því að efla okkar góðu stofnanir og því að knýja á það að E-deildin gamla sem núna rekin biðrými að þau verði gerð að varanlegum rýmum eða E-deildin nýtt á einhvern hátt því að það skiptir máli að nýta þau rými sem til eru. Þannig að stofnunin okkar vinnur afskaplega gott starf eða starfsmennirnir þar og bara með því að nú hefur heilbrigðisráðherra lagt fram stefnu til ársins 2030
að minna bara á okkur og það góða starf og þau góðu störf sem unnin eru hér heima á Akranesi. Þetta skiptir okkur Skagamenn og Vestlendinga alla gríðarlegu máli. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Umsögn velferðarstefnu, það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Heilbrigðisstefnu. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, gjör svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka Elsu Láru Arnardóttur fyrir yfirferðina. Það er nú erfitt að koma hérna tvisvar í röð að viðurkenna í fyrra skipti að maður hafi sofið undir ræðu bæjarstjóra og í seinna skipti að viðurkenna að maður hafi ekki séð umsögn Akraneskaupstaðar fyrir á þessum fundi. Það fór fram hjá mér að þetta hefði verið sendt út. Þannig að ég var raun að sjá þetta í fyrsta sinn hérna á fundinu þráttur að hafa fengið þetta í tölvupósti. Ég er þeirra skoðunar sem mikilvægt að senda þessa umsögnin og mun reyndar sjálfur til viðbótar síðan senda inn punkta sem að ég hef haft til hliðsjónar vegna heilbrigðisstefnunnar sem að varðar meðal annars starfsemi hérna á Heilbrigðisstofnun Vesturlands og mér finnst þurfa að koma fram. Mér langar til að spyrja reyndar núna að því að þessi 15 biðrými eru við að hugsa þau þá sem rými sem eru til þess að létta af álaginu á Landspítalanum eða eru að velta fyrir okkur rými sem við ætlum að nýta þá til dæmis fyrir sjúklinga hérna á Vesturlandi og þið munið alltaf kannski eftir því á sínum tíma þegar E-deildin var lögð niður þá voru mikil mótmæli hér á Akranesi við þá ráðstöfun. Það var eins og alveg viðurkennt að það verið neyðaráð hjá Heilbrigðisstofnuninni að þeir þurftu að skera niður og að þetta væri kannski sá hluti sem að væri minnst sár fyrir stofnunina. Það var lögð mikil áherslu á það að halda úti skurðstofuvakt sem að skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur gagnvart starfsemi sjúkrahússins og er í rauninni algjört lykilatriði ef við ætlum að þjónusta sem varasjúkrahús fyrir Reykjavík sem við höfum auðvitað haft alltaf nafninu til þó að það hef ekki verið viðurkennt í raun af því að það gæti falið í sér að það þyrfti að láta okkur hafa meiri fjármuni heldur en gert í dag. Því að auðvitað er þannig að ef eitthvað kemur upp á höfuðborgarsvæðinu þá er alltaf langt til Akureyrar sem er skilgreint varasjúkrahús. Okkar sjúkrahús er utan skilgreindra hamfarasvæða og við eigum að gera mjög mikið úr því. Og þá líka hjálpa okkur að ýta á að Sundabrautin verði að veruleika. En bara svona til að byrja með langar mig til að fá upplýsingar hvernig við sjáum fyrir okkur að þessi rými, 15 rými sem er á E-deildinni, erum við að hugsa að það verði rými sem nýtast eins og það er í dag eða erum við til dæmis að hugsa að setja upp endurhæfingardeild fyrir aldraða. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir sem að bregðast við. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir sem á hlýða. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssoni fyrir að koma hér upp og finnst miður að tölvupósturinn hafi farið fram hjá honum. Ég er því með tillögu að við munum vísa umsögnum til bæjarráðs til þess að geta unnið hana betur og koma þannig að móts við bæjarfulltrúa að allir geti komið sínum sjónarmiðum á framfæri. En hvað varðar 15 biðrýmin að
og var það tillaga allavega meðan þau eigi að renna út í haust að við förum í fyrstu fram á það að við sjáum það að þær byggingar sem nú verið að reisa varða fráflæðisvanda Landspítalans að þær eru ekki að verða tilbúnar í haust og meðan við erum að marka okkar stefnu hvað við viljum gera þá tel ég að væri gott að knýja á þetta en þetta ekkert kannski heilaga leiðin í því hvernig við viljum nota þessa flottu deild sem þarna heldur hugsa hvað eru mestu sóknarfærin í því að efla sjúkrahúsið geta haldið þeim störfum sem eru til staðar á sjúkrahúsinu eða heilbrigðisstofnuninni og að halda uppi þjónustustigina sem við viljum svo sannarlega halda uppi og efla en eins og kom fram einmitt í þingsályktunartillögu sem að lögð var fram á Alþingi fyrir nokkrum árum síðan sem snerist það að efla þjónustustig heilbrigðisstofnunarinnar og að gera það að varasjúkrahúsi þá það rétt sem bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kemur inn á að þetta snýst fjármagn og það kom jáfnframt fram í þeirri tillögu einmitt hvað sem sérstaðan okkar að við erum utan skilgrens náttúruhamfarasvæðis hér eru örfáir kílómetrar yfir til miðborgar Reykjavíkur og við erum í mun betri aðstæðum heldur en önnur svæði á landinu mun styttra frá Reykjavík heldur en Akurinn eins og bæjarfulltrúi benti á og með öfluga stofnun sem við erum afar stolt af en þar sem við erum nú stödd á bæjarstjórnarfundinum hér núna og þurfum greinilega kannski að taka samtalið örlítið lengra þessa tillögu þá legg ég það til verði ekki mótmæli við því hér að hún fari inn á dagskrá bæjarráðs að því umsagnarfrestur þetta mál fram á til og með 28. febrúar sem á fimmtudaginn sama dag og fundur bæjarráðs að við getum unnið málið áfram á þeim degi. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnórdóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka það fram að ég styð þessa umsögn. Það ekki í sjálfu sér ég ekki að gera athugasemd við umsögnina í þeim skilningi, ég hefði viljað bæta fleiri atriðum við hana en við getum auðvitað skila annarri umsögn frá bæjarráði, það ekkert vandamál við getum sendið inn eins margar umsögnar og við viljum þannig að mér veist ekkert að því að við sendum inn þessa umsögn frá bæjarstjórn Akraness og við höldum bara okkar strik í þeim efnum og það getur síðan komið þá önnur umsögn frá bæjarráði eða þessuna frá einstökum bæjarfulltrúum. Aðalatriðið það að við komum þeim atriðum á framfæri við þingið sem við viljum að séu rædd þar. Að því ég hef nú aðeins grúskað í þessu þá þannig að ég vil vekja athygli bæjarfulltrúa á umsögn sambandsins heilbrigðisstefnuna og það eru margir punktar þar inni sem eru ákaflega athyglisverðir og ég held að við getum á margan hátt tekið undir og auðvitað þannig að heilbrigðisáætlun ekki fullskapað plagg, það þannig að hún í umsagnarferli og menn eru þá að betrumbæta hlutina og ég held að ég langar til að nefna hérna atriði sem kemur fram í skýrslu sambandsins og varðar það að sambandi hefur rauninni mótað sér stefnu heilbrigðisþjónustu og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við hugum að notandanum í hvívetna og við miðum heilbrigðisþjónustuna við notendur, við séum ekki of stofnanamiðja eins og mér finnst vera ákveðin hætta á eins og staðan núna að menn hreinlega gleymi þeim aðila sem þeir ætla að þjónusta og
Og það auðvitað þannig að í mínum huga skiptir ekki öllu máli hver það sem veitir þjónustuna. Aðalatriðið það að þjónusta sé veitt og hún sé aðgengileg öllum. Og það ekki síst hjá okkur sem búum hérna, við í rauninni afskaplega góða heilbrigðisþjónustu. Við erum hérna, þá meina ég hérna á Akranesi. Við höfum aðganga Heilbrigðisstofnunar Vestfjarða sem framúrskarandi þjónustuveitandi. Hér er í rauninni alvöru sjúkrahús. Hér er vakt og hér erum við með nokkuð trygga og örugga heilsugæslu. Því alls ekki allstaðar til að dreifa hér í heilbrigðisumdæminu og það eru staðir á Íslandi þar sem að heilbrigðisþjónusta af afskaplega skornum skammti og þess vegna skiptir máli að sú þjónusta sem við ætlum að veita, hún sé öllum Íslendingum aðgengileg og sérstaklega þessi sérhæfðari þjónusta sem á sér stað utan sjúkrahúsa, að hún sé í boði alls þar. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson og forseti veitir góðfúslega leyfi til að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir bregðist við, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir sem á hlýða, þakka fyrir leyfið. Forseti, eftir að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom hér upp aftur þá ég ætla bara að leggja það til hér að við bara sendum þessa ályktun frá okkur og hnykkjum á henni frá bæjarráði á fimmtudaginn og getum tekið máli lengra og komið inn á fleiri atriði og vakið athygli á þessari umsögn. Þannig að svona þau orð sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson lagði, að það sem bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson lagði til hér, að við gætum sent þessa umsögn, en síðan getum við tekið samtalið áfram inni í bæjarráði og ég tel að það geti bara orðið góð lending, séu ekki mótmæli við því hér í bæjarstjórn. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti skilur það þá sem svo að tillagan sem að borin var upp áður um að vísa þessu til afgreiðslu í bæjarráði, að hún sé þar með hérna dregin tilbaka og þessi umsögn bæjarstjórnar þá aftur komin til afgreiðslu eins og upphaflega var. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þessa umsögn heilbrigðisstefnu ríkisins. Svo ekki og þá ber ég hana hér upp til atkvæða. Þeir sem að samþykkja þessa umsögn bæjarstjórnar Akraness heilbrigðisstefnu ríkisins til ársins 2030 gjöru svo vel að gefa merki. Hún samþykkt 9-0. Og þá það 5. mál á dagskrá. Það hefur málsnúmerið 19.01.121. Þetta velferðarstefna Vesturlands og hér að ræða umsögn bæjarstjórnar Akraness velferðarstefnu Vesturlands og forseti ber upp eftirfarandi tillögu að umsögn bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Akraness lýsir ánægju sinni með þau drög sem komin eru fram velferðarstefnu Vesturlands og þakkar þeim sem unnu að verkefninu fyrir afar faglegt starf. Velferðarstefna Vesturlands inniheldur framtíðarsýn, markmið og tillögur að aðgerðum til að nálgast þau markmið sem sett eru fram í tengslum við heilbrigðisþjónustu, öldrunarþjónustu, félagsþjónustu og þjónustu við fatlaða einstaklinga, starfsendurhæfingu og forvarnir. Bæjarstjórn Akraness hefur engar efnislegar athugasemdir þá mælikvarða, tímamörk og ábyrgðaraðila sem sett eru fram í stefnunni, en leggur þó til að málefni fatlaðra séu í sérkafla og málefni barnaverndar og félagsþjónustu í öðrum kafla. Að mati bæjarstjórnar Akraness mikilvægt að leggja áherslu á þessa málaflokka þar sem mikill þungi er í þeim innan sveitarfélaga.
Bæjarstjórn Akraness vísar jafnframt til umsagnar stjórnar Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis sem barst samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi þann 11. febrúar síðastliðinn. Og orðið er laust þessa umsögn. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir sem á hlýða. Mér langaði bara að koma hér upp og lýsa ánægju með þau drög sem komin eru fram velferðarstefnu Vesturlands og þakka þeim sem unnu að verkefninu fyrir afar faglegt starf. Þar á bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir stóran þátt og einnig Svala Hreinsdóttir auk fjölda annara einstaklinga sem komu að vinnunni. Eins og fram kemur í umsögninni þá engin efnislegar athugasemdir við efni hennar, en neðst í umsögninni vísað til umsagnar stjórnar Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilisins, sem barst samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi þann 11. febrúar síðastliðinn, en þau atriði þar snúa meðal annars að í skýrslunni, í stefnunni, þá vantar eitt hjúkrunarrými í upptalningu á rýmum á Höfða. Það sett fram ein ábending í umsögn Höfða hvenær biðrýmin á Höfða renna út. Það í lok september sem það en í skýrslunni var talað áramót, síðastliðin áramót. Og síðan leggur Höfði áherslu á að það komi fram í skýrslunni að fjármagn verði tryggt fyrir rekstur hjúkrunarrýma sem uppfylli lágmarksviðmið embætti landlæknis og mönnun á hjúkrunarheimilunum. En í dag þá vantar nokkuð upp á fjárveitingar, talsvert upp á fjárveitingar ríkisins til málaflokksins til þess að þau markmið náist. Mér langar jafnframt að segja það hér að ég tel að þessi drög og þessi velferðarstefna fyrir Vesturland geti orðið leiðarljós fyrir okkur hér í bæjarstjórn Akraness eða hjá Akraneskaupstað í að vinna að velferðarstefnu fyrir Akraneskaupstað, en það eigum við eftir að taka til frekari umræðu og ákvörðunartöku. Þannig að enn og aftur þá vil ég þakka þeim sem unnu að þessu verkefni, að þessum drögum, og óska þeim velfarnaðar í þeim störfum sem framundan eru að vinna úr umsögnum og klára og leggja loka hönd á þessa faglega unnu skýrslu. Takk fyrir. Takk fyrir, það fulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Hér til umræðu velferðarstefna Vesturlands sem unnin að frumkvæði SSVAF eða Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og fór af stað í tíð minni sem formaður þar. Og ég vil nota þetta tækifæri enn og aftur og þakka því frábæra fólki sem vann að þessari stefnu með mér, og það var fólk víðsvegar að Vesturlandi, ekki bara hér á Akranesi, en þó að þunginn hafi kannski komið mestur héðan. Aðeins að segja stuttlega frá því að
að í umsögn sem bæjarstjórn að leggja til núna að senda frá sér talað að hafa málefni fatlaðra í sérkafla og hugsa kannski efnislega upp á nýtt eða uppröðunina, kaflaskiptingu og öðru en gera ekki athugasemdir við innihaldi sem slíkt, það að segja mælikvarða markmið, ábyrgðaraðila og tímamörk. Ég ætla bara þá að taka því sem góður hrósi og þakka formanni bæjarráðs fyrir hlý orði í okkar garð. En til þess að skýra kannski ástæðuna af hverju þetta var ekki haft sér svo að þegar við fórum að stað með þessa vinnu þá var þetta þannig að við vorum með málefni fatlaðra í sérflokki og málefni aldraðra og slíkt. En þegar við fórum og vorum að vinna með þau gögn sem komu út úr haustþingi Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, þá var okkur eiginlega svolítið bent á það að horfa á þetta sem svona út frá sjónarhorni þjónustu þegans, notandans og hætta að horfa á þetta í sílóum og reyna að brjóta þessa múra sem eru alltaf á milli stjórnsýslunar og þeir sem eru að nota þjónustuna. Og þannig að þess vegna horfðum við frá þeirri hugmynd að hafa þetta svona en gott og vel að menn hafa mismunandi skoðanir og þess vegna setjum við þessi starfshópur drögin fram til þess að fá sjónarhorn allra. Ég vil þakka Höfða fyrir innsendar athugasemdir og efnislegt innihald skýrslunar og þær koma sér eflaust vel og það ætti þá að vera svona nokkurn veginn í marsmánuði sem að við förum og tökum þessi gögn öll saman frá öllum hagaðilum sem að hafa sent inn umsagnir skýrslunar og munum þá senda hana út til endanlegra staðfestingar. Formaður bæjarráðs, Elsa Lára Arnardóttir, kom hér inn á áðan að þetta væri kannski fín gögn til að nota við til að búa til velferðarstefnu fyrir Akraneskaupstað. Hún til frá 2013 en það kannski sem hún var að meina var kannski að horfa á þessa áætlun út frá víðara sjónarhorni eins og við erum að gera í velferðarstefnu Vesturlands. En annars þakka ég bara fyrir og þeim bæjarfulltrúum sem að gáfu sér tíma í að lesa skýrsluna og glugga í hana og koma þá með athugasemdir en annars þá er hægt að senda inn athugasemdir inn til Páls framkvæmdastjóra SSF ef einhverjar vakna fram að þeim tíma sem að við tökum þetta saman. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða umsögn drög að velferðarstefnu Vesturlands. Svo ekki. Og forseti ber þá umsögn bæjarstjórnar Akraness velferðarstefnu Vesturlands upp til atkvæðagreiðslu svo sem hún var hér lesin upp áðan af forseta. Þeir sem samþykkja þessa umsögn gjör svo alveg gefa merki og hún er samþykkt 9-0. Og þá göngum við til næsta máls á dagskrá, það er liður númer 6, hefur málsnúmerið 1807-053, þau eru samgöngumál og skil á Hvalfjarðargöngum, öryggismál. Hér að ræða ályktun bæjarstjórnar Akraness umferðaröryggi í Hvalfjarðargöngum. Og forseti ber upp eftirfarandi tillögu að ályktun bæjarstjórnar. Bæjarstjórn Akraness lýsir yfir verulegum áhyggjum af stöðu öryggismála í Hvalfjarðargöngum einungis örfáum mánuðum eftir að Vegagerðin tók við rekstrinum og mönnuð vakt við göngin hefur verið lögð af.
Þann 12. febrúar síðastliðinn var árekstur í Hvalfjarðargöngum þar sem ekið var aftan á kyrrstæðan bíl með þeim afleiðingum að 2 menn slösuðust. Í frétt Vísis frá 12. febrúar síðastliðnum og frétt Skessuhorns frá 20. febrúar síðastliðnum kemur fram að bíllinn sem ekið var á hafi verið kyrrstæður í 15 til 20 mínútur án þess að við því væri brugðist þar sem bíllinn var ekki sjáanlegur í myndavélakerfi ganganna. Þá hefur einnig komið fram að verulegar brotalamir voru í framkvæmd viðbragðsáætlunar í kjölfar árekstursins, til dæmis var slökkvilið ekki kallað út með forgangi þrátt fyrir mögulega eld- og sprengihættu. Með vísan til framangreinds krefst bæjarstjórn Akraness þess að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra setji umferðaröryggi í Hvalfjarðargöngum í forgang. Tekið verði að nýju upp mannað eftirlit við Hvalfjarðargöng og viðbragðsáætlun vegna slysa verði tekið til gagngerrar endurskoðunar hið fyrsta. Ályktunin verði send samgönguráðherra, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, þingmönnum Norðvesturkjördæmis og Vegagerðinni. Og orðið laust þessa tillögu að ályktun og það er bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Ég tel þessa ályktun mjög góða og í raun í þessu máli kristallast allt sem við vorum hrædd við. Þegar spölur skilar göngunum, þá voru okkur lofað því að engin afsláttur eru gerður öryggismálum. Þetta slys sannar það að þarna eru verulega brotalamir. Þarna er bíll kyrrstæður í 15 til 20 mínútur á þess að nokkuð sé gert og auk þess er ekki einu sinni kallað út slökkvilið í forgangi með þrátt fyrir augljósa hættu. Ég held að sé skýrlaus krafa að þarna verði komið á mönnuð eftirliti og ég veit ekki hvort það sé barnaskapur en ég hélt bara einhvern veginn að hver einasti fermetri í göngunum væri í mynd og það er bara mjög alvarlegt segja að bíll geti staðið í umferð í 15 til 20 mínútur á þess að nokkur sjáu það og nokkur sé gert sem betur fer var þetta ekki mjög alvarlegt en þetta hefði hins vegar geta verið þannig að þarna hefði orðið mun alvarlega slys og ekkert gert. Þannig er skýrlaus krafa, finnst mér, í mínum huga, að þarna verði tekið aftur mannað eftirlit og bætt verði úr myndavélaeftirliti þannig að menn geti keyrt þetta í gegn örugt. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að taka undir með bæjarfulltrúa Ragnari B. Sæmundssyni. Varandi það að það eru alvarleg brotalöm ef að það er rétt og ég held við eigum að reyna að sannreyna það að það sé ekki myndavélaeftirlit eftirlit á hverjum einasta fermetri í Hvalfjarðargöngum. Ég stóð í þeirri meiningu og tel mig hafa vissu fyrir því frá fyrirframsmönnum Spalar og göngin hafa verið vöktuð í þeirra umsjó hver einasta fermetri. Þannig að annarkvort hefur þá myndavél bilað eða einhver er ekki að skýra rétt frá málsástæðum. Og ef að málsástæður eru þannig að það hefur eitthvað skort upp á að það væri fylgst með þeim myndavélum sem væri í göngun, þá vítir það enn frekar undir kröfu okkar það að það verði mönnum vakt við göngin. Ég stóð reyndar í þeirri merkingu að það væri þannig að ef að bíll væri kyrrstæður í göngun þá mundi ákveðin viðvörun koma til þeirra aðila sem eru að vakta. En það kann að vera misskilningur á minni hálfu. Mér fannst sláandi að lesa leiðarann í Skessuhorni í síðasta blaði, þar sem hann var einmitt að
þessi ritstjórn var einmitt að ræða þetta mál og hann myndi okkur á það hörmulega slys sem varð í göngum ef maður rétt á mörkum Frakklands og það ekki verið í Sviss bara hennilega. Allavega var það í göngum í Ölpunum ykkur staðar. Þar varð mjög alvarlegt slys í göngum sem þýddi það að það var stór bruni og það myndaðist þar verulegur hiti, það var talað um einhverja 1200 gráður sem veldur auðvitað verulegum skemmdum á mannvirkinu sem slíku fyrir utan auðvitað þá sem að létu lífið við þær hörmulegu aðstæður og það setur auðvitað ákveðna spurningu við hvalfjarðargöng. Við vitum að alvarleg slys þar sem myndi þýða bruna í botni gangana þar sem að myndast kolsvartur reykur og það er ekki nægilega fljótt brugðist við að stöðva umferð inn í göngin getur þýtt að þarna verður mjög alvarleg slys. Við erum að tala um að á örfáum mínútum geta verið komnir tugir bíla sem að eru þá undir í málinu. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir okkur sem eigum nánast alltaf bíl í göngunum á hverjum einasta degi á hverju einustu mínútu að vel sé staðið öryggismálum í Hvalfjarðargöngum og við eigum að fylgja þessu máli eftir þannig að við fáum fullvissu fyrir því að vel sé staðið af vökt í Hvalfjarðargöngum og við viljum líka ýta á ríki með það að þeir hugi að því að hefja undirbúning að gerð næstu Hvalfjarðarganga. Þessi göng, ef umferðarspár ganga eftir, eru sprungin innan örfára missera. Það er að segja 8.000 bíla markinu er náð og það þýðir að hættan í göngunum mun aukast. 8.000 bíla marki þýðir að við erum komin upp fyrir þær heimildir á umferð sem í göngunum gilda og ég trúi því ekki að ríkið ætla að láta það viðgangast að slíkt ástand ríki. Þannig að við eigum núna að ýta á eftir ríkinu að huga að gerð nýrra Hvalfjarðarganga. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Varðandi mál númer 6. Svo er ekki og ber þá forseti þessa ályktun bæjarstjórnar Akraness umferðaröryggi í Hvalfjarðargöngum upp til atkvæðis svo sem hún var lesin upp hér áðan. Þeir sem samþykkja þessa ályktun gjöra svo gefa merki. Hún er samþykkt 9-0. Þá erum við komin að 7. dagskrárlið og dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Hann hefur málsnúmerið 1807-133 Þjóðgarðastofnun, staðsetning og frumvarp. Og hér erum að ræða ályktun bæjarstjórnar Akraness að fyrirhuguð stofnun þjóðgarða og friðlýstra svæða verði starfrækt á Akranesi. Og forseti ber upp eftirfarandi tillögu að ályktun. Bæjarstjórn Akraness skorar á Guðmund Inga Guðbrandsson umhverfisráðherra að höfuðstöðvar nýrrar stofnunar þjóðgarða og friðlýst svæði, hér eftir nefnd Þjóðgarðastofnun, verði staðsettar á Akranesi og ný stofnun verði starfrækt með samlegð við Landmælingar Íslands. Hjá Landmælingum starfa nú 26 sérfræðingar en hjá nýrri stofnun munu mögulega starfa nokkrir tugir starfsmanna í heilsársstörfum auk fjölda landvarða í sumarstörfum og flestir þeirra munu sækja vinnu á starfsstöðum þjóðgarða og friðlýstra svæða víða land. Aðeins lítill hluti starfsmanna, mögulega 10% nýrrar stofnunar mun starfa í höfuðstöðvunum. Bæjarstjórn telur að með þessu megi stuðla að hagkvæmni í ríkisrekstri, húsrými er nægt fyrir báðar stofnanir í húsnæði Landmælinga á Akranesi og að áliti bæjarstjórnar mun starfsemi beggja stofnana styrkjast með slíkri samvinnu, svo sem með því að nýta sameiginlega innviði á sviði upplýsingatækni, mannauðsmála,
fjármálastjórnunar og gæðamála. Akranes hlutlaust svæði og ekki bundið af hagsmuni þeirra landsvæða þar sem þjóðgarðar eða friðlýst svæði eru rekin. Einnig samræmir staðsetning þjóðgarðastofnunar á Akranesi þeim sjónarmiðum að nýjum stofnunum og opinberum störfum skuli fundinn staður á landsbyggðinni. Leið er Akranes nálægt Reykjavík og býður þar með upp á nálægð við bæði stjórnsýslu og helstu ferðamannasvæði sem stuðlar að skilvirkni. Staðsetning starfa á Akranesi hentar bæði fyrir þá starfsmenn sem þar kjósa að búa og einnig fyrir þá starfsmenn sem vilja búa fyrir sunnan göng. Þetta er að dómi bæjarstjórnar frábært tækifæri til að skapa þessum tveimur stofnunum aðstæður þar sem 1+1 gæti orðið miklu meira en bara 2. Bæjarstjórn Akranes vill benda á að nýlega höfum við mist bæði sýslumanns- og lögreglustjóraembætti og bæjarstjórn stendur nú í mikilli baráttu við að verja þau störf sem eftir eru hér á vegum þessara embætta. Vesturland kemur verst út meðal landshluta þar sem einungis 3% opinbera starfa eru en 5% íbúa og hefur þeim einungis fjölgað 1,8% frá 2013 til 2017 á meðan störfum á vegum ríkisins hefur fjölgað 9,6% á landinu öllu. Ályktunin er send umhverfis- og auðlindaráðherra, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og þingmönnum Norðvesturkjördæmis. Og þessi tillaga er þar með laus til umræðu, eitthvað sem að vill grípa orðið. Gjör svo vel, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir sem hlýða. Ég vildi nú bara koma hér upp og fagna þessari ályktun og því ég tel það mjög mikilvægt fyrir okkur öll og að vera vakandi fyrir hugmyndum og störfum sem að ríkið eða ríkisstjórnin hyggst jafnvel færa út á land, að við höfum augun opin og bendum á þau tækifæri og þá styrkleika sem við höfum hér á Akranesi til að bjóða stofnun eins og meðal annars þjóðgarðstofnun og eins og er bent á hér í ályktuninni þá telur bæjarstjórn með þessu, ef hún væri staðsett hér á Akranesi þá mætti stuðla hagkvæmni í ríkisrekstri og þar sem að húsrými er nægt fyrir báða stofnanir í húsnæði Landmælinga. Ég tel einnig að það væri mikil samlegðar áhrif með þessum báðum stofnunum. Það geti styrkt þá stofnun sem fyrir er hér á Skaganum jafnframt. Nú undanfarin ár þá hefur átt sér stað ákveðin umræða innan veggja Alþingis. Til dæmis var hagræðingahópur settur á fót ríkisstjórnarinnar sem var frá 2013 til 2016 og þar var það dagskrárlið nr. 107 þeim tillögum að hagræðingum að skoða landmælingar sérstaklega og samlegðar áhrif hennar við aðrar stofnanir. Það voru ákveðnar raddir innan þings það að þessi stofnun ætti ekki að vera hér á Akranesi, aðrar raddir það að hún ætti bara ekkert að vera til staðar. Og þess vegna tel ég það mjög mikið og brýnt að við séum með augun opin hér og skoðum og veltum fyrir okkur hvaða aðra stofnanir geta átt sameiginlegar áhrif með landmælingum án kannski sameiningar áforma. Á meðan við vorum að vinna að þessari umsögn þá velti ég fyrir mér mikið hvort að við hefðum átt að vera bara með sameiningar áform, velti því fram og tilbaka og var fyrst alveg á því en eftir ákveðnar vangaveltur og ábendingar bæjarfulltrúa líka þá er það kannski ekki okkar að segja til hvaða stofnanir verði sameinaðar og hverjar ekki og þakka fyrir þær góðu ábendingar og en eins og ég segi þá finnst mér bara mjög mikilvægt að við látum í okkur heyra, bendum á kosti okkar og styð auðvitað þessa tillögu eða ályktun. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls, það er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þið sem heima sitjið og hlýðið á okkur. Við langar kannski bara að byrja á því að fagna því að bæjarstjórinn sé mættur aftur á 2 jafnfljótum. Og þakka Steinari líka fyrir velunni störf, það má ekki glemma því. Bróðir hans, hann glemdi því náttúrulega, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Skamman aðeins. Mér langaði bara að koma aðeins uppvarandi þessa ályktun. Ég fagna henni og kannski sérstaklega í ljósi þess að ég sérstakur áhugamaður um það um aðhald í ríkisrekstri. Og ég held að með þessar tölur sem við erum að horfa á hér að störfum á vegum ríkisins hafi fjölgað næstum 10% frá árunum 2013 til 2017, að þá veit ég nú bara ekki af því að koma með ábendingar um það hvernig megi að hagræða og líka bara varðandi svona almennt sé rekstur á litlum ríkisstofnunum. Það eru auðvitað erfiðara þegar stofnanir eru litlar og þannig að ég myndi halda það að það væri styrkur í því, ekki bara með það leiðarljósi að spara peninga, heldur líka bara til að styrkja innviði smærri stofnana og auka getu þeirra til að takast á við alls konar svona kröfur sem eru að koma á stofnanir í samtímanum og ég bara vona það að umhverfisráðherra heyri í okkur og hlusta á okkur og taki þessum ábendingum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson má bjóða þér að bera þér sakir. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, auðvitað þarf ég ekki að bera með sakir, þetta er alveg rétt sem Sandra sagði, en það er einfaldlega þannig að það er alveg skýring á þessu. Það er þannig að þegar Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármála, tekur að sér að vera bæjarstjóri, það var algjör þurrkur í samskiptum bæjarfulltrúans Ólafs Adolfsson og bæjarstjórans Steinars Dags Adolfsson. Þannig að ég saknaði þess tíma þegar hann er ekki bæjarstjóri. Var þessi ályktun, þá finnst mér þetta mjög góð ályktun á okkar hálfu og það sem ég er sérstaklega ánægður með í þessu þetta er þessi nýra landmælingu. Það var nú nýlega haldið velhefnað málþing á vegum landmælinga sem var margt ansi áhugavert og er hægt að skoða á netinu. Þar voru fluttar margar og merkaraðir, meðal annars var forseti vor með gott innlegg þar og var gerður góður rúmur af því. Ég held að landmælingar sé einmitt gott dæmi stofnun sem hefur flutt út á land og hingað til okkar og við höfum í rauninni fóstrað. Við munum hver gildin okkar eru, já hvernig metnaðar víðsýni. Og ég held að metnaðar eigi nú kannski best við þess tilfelli. Það hefur einfaldlega verið þannig að þau verkefni sem við höfum tekið á okkur í þessum öfnum, við höfum lagt mikið á okkur til þess að þau gætu heppnast með afbrigðum vel. Og það er alveg sama hvaða verkefni er tínt til. Og ég held að landmælingar sé einmitt gott dæmi stofnun sem fer út á land og er aðeins nostra við og við erum að hæfa stjórnendur. Og niðurstaðan á því er svo að stofnunin vex og ég tel að landmælingar hafi vaxið með árunum, nú 20 ára hérna á Akranesi núna, og ég held að það veri mjög góð viðbót í það húsnæði, hvort heldur menn eru að horfa á einhvers konar samstarfi eða annað form, að þá væri þjóðgarðastofnun mjög vel fyrirkomið með landmælingu.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er bæjarstjórinn. Gjör svo vel, Saga Freyr Þráinsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég langaði að taka undir það sem að hér hefur komið fram og kannski sérstaklega það sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson var að minnast á að hann var að fagna þessu sem snýr að landmælingum. Það þetta, mér langaði bara rétt að minnast á að það er ekki tilvílun af hverju við erum að leggja þessa ályktu fram núna. Það er ekki bara þetta málþing sem að var nýverið, heldur ráðherrann það bil næstu 2 vikum eða svo að fara að mæla fyrir frumvarpi að Þjóðgarðastofnun verði samþykkt, og bæjarstjóri nú búin að vera að fylgjast með þessu máli núna í ansi langan tíma, fór á kynningarfund á vegum ráðherra í Hafnarfirði sem var haldið síðasta sumar, og búin að vera að ota þessu máli að aðstoðarmanni ráðherra lengi að reyna að átta sig á hvenær nákvæmlega frumvarpið kemur fram. Auðvitað það svona á persónulegum nótum, þá ég þeirra skoðunar að ríkið að ganga miklu lengra í því hvernig á að sameina stofnanir og sameina í rauninni svona stofnun. Tala nú ekki þegar að svona stofnun heyrir undir sama ráðherrann eins og landmælingar gera, en ég alveg hjartalega sammála þeim ábendingum sem hafa komið fram að við eigum auðvitað ekki að vera svo dónaleg að fara að skipa fyrir í okkar ályktunum, heldur leyfa ríkinu að vinna áfram með sínar ályktanir eða sínar ákvarðanir í samningamálum. En á persónulegu nótum þá ríkið auðvitað á bara skamma sín fyrir vinnubröðið hvernig að hafa hagað starfsemi ríkisstofnana og sogað á meira og minna allt saman til höfuðborgarinnar. Það eru örf og dæmi annað, það sem við séð að Suðurnesin hafa verið að fá töluverðan fjölda af ríkisstörfum á síðustu árum, vilja samt meira og sem eðlilegt en þetta í rauninni allavega eitt lítið tækifæri til að taka áfram skrefin hér á Akranesi. En mér langar að benda á að þó að við séum að fara að sækjast eftir því að fá þetta hingað á Akranes, þá á að vera lágmarkskrafa hjá okkur að þetta endi á Vesturlandi ef það verður ekki á Akranesi. Það bara hneyksli hvernig þessi mál hafa verið að þróast á Vesturlandi síðustu árin, og við munum auðvitað að berjast fyrir því að þetta verði á Akranesi af því að við höfum farið svo sannarlega halloka eins og bentir á í þessari ályktun. Og ég ætla bara að fagna því að þetta er að koma fram. Ein viðbótar rökur auðvitað þau að það að vera til töluverð þekking í ofanálag sem auðvitað ekki hægt að tala í svona ályktun, en þekkingin til staðar í fyrrum forstjóra landmælinga, eða hann nú reyndar bara í starfsleyfi til þess að sinna rekstri Vatnajökulsþjóðgarða og þar af leiðandi með mjög yfirgripsmikla þekkingu á málaflokknum og gæti því leyst það mjög auðveldlega að reka þetta tvennt saman. En við getum auðvitað ekki lagst á þá sveif með að skipa fyrir hvaða fólk á að ráða til þess að reka ríkisstofnanir heldur, en það auðvitað ýmis rök til viðbótar sem ekki hægt að tala hér en ágætt að hafa í huga. Ég hef lokið máli mínu, ágætu bæjarfulltrúar og forseti. Takk fyrir bæjarstjóri Saga Freyr Þráinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðri sem ákveð hlýða, bara svona smá innlegg í þetta. Ég svona tengt þessu að því við erum fann að ræða svolítið út og suður varðandi ríkisstofnanir og flutning á störfum og þess aftar. Að upplýsa ykkur það að þá átti ég mjög fínan fund í Borgarnesi í síðustu viku, þar sem maður á fundinum framkvæmdastjóri SSVAF á samt vel völdum aðilum á sveitarstjórnarstiginu á Vesturlandi,
þar sem við hittum fyrir verkefnastjóra Nora, Norræna Atlas samstarfið, sem er samstarf sem er til Grænlands og Íslands, Færeyja og strandhéraða í Noregi. Það sem við höfum að ræða bara ýmis svona málefni sem að við getum svona fundið svona sameiginlegan vettvang ráðstefnu sem verður haldin í lok júní að mig minnir. Þetta var eftir að koma betur inn á borð til okkar. En þar var akkúrat verið að ræða í rauninni vel heppnaðar aðgerðir bæði í Noregi og Danmörku, þar sem að ríkisstofnanir hafa verið ferðar svona til og það virðist bara vera eins og ríkisvaldi hér bara einhvern veginn hafi ekki kjark og dug í að taka þessar erfiðu ákvarðanir. Þetta þarf einhvern veginn alltaf byggjast á einhverju tilfinningaflækju og kannski bara best að vísa í fiskistofumálið árið og þetta gekk svo sem ekki alveg slysalaust eða átakalaust þegar að landmælingar komu hér upp á Akranes, þó ekki lengra en 40 km frá höfuðborginni. Þannig að það væri væntanlega fróðlegt að sjá í rauninu hvert uppleggi á þessari ráðstefnu verður, af því að það á svona að reyna að skoða það með hvað hætti við getum, eða ríkisvaldi getur stutt við byggðastefnun í landinu. Þannig að bara upplýsa ykkur þetta. Takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það er bæjarstjóri, Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Já, mér langaði að fórstu ágætu bæjarfulltrúa, mér langaði að þakka bæjarfulltrúa Rakel Óskarsdóttir fyrir þessar viðbútar upplýsingar. Mér finnst þetta að vera mikilvægt innlegg. Ég held að og við eigum að fara dýpra ofan í þetta og ég get upplýst að í fyrirhugaðri fræðsluferð sem að er ætlun að fara skipulagður á vegum SSVF til Kaupmannahafnar núna eftir 2 mánuði sem að 3 bæjarfulltrúar munu mæta í, einmitt ætlunin að fá nánari upplýsingar hvernig staðið að þessu úti og við munum koma mjög fróð tilbaka innan 2 mánaða þennan málaflokk. Takk fyrir. Takk fyrir þetta bæjarstjóri, Sævar Freyr. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki og þá ber ég þessa tillögu að ályktun bæjarstjórnar að fyrirhuguð stofnun þjóðgarða og friðlýstra svæða verði starfrækt á Akranesi, svo sem hún var lesin hér upp á áðan. Þessi samþykkja þessa ályktun gjörðu svo vel gefa merki og hún er samþykkt 9-0. Þá erum við komin að 8. dagskrárlið þessa fundar. Hann hefur málsnúmerið 19.02.222, málefni Höfða, fjölgun hjúkrunarrýma, erindi til stjórnvalda. Hér er að ræða tillögu undirtekt bæjarstjórnar Akranes ályktun stjórnar Höfða hjúkrunarrými. Það er að segja að bæjarstjórn taki undir þessa ályktun stjórnar Höfða. Og forseti ber upp eftirfarandi ályktun. Bæjarstjórn Akranes tekur undir svohljóðandi ályktun stjórnar Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis dags 25. febrúar síðastliðinn. Stjórn Höfða lýsir yfir miklu vonbrigðum með svör heilbrigðisráðuneytisins á erindi Höfða frá 28. desember 2016 fjölgun varanlegra. Já, það stendur 2016, já. Jú, þetta er rétt. Jú, þetta er rétt. Já, þetta fór inn 2016. Ráðuneytið er svo lengi að svara að mann rekur í rogastans bara við að lesa þetta upp á fundi. Forseti byrjar aftur á þessari efnisgrein. Stjórn Höfða lýsir yfir miklu vonbrigðum með svör heilbrigðisráðuneytisins á erindi Höfða frá 28. desember 2016 fjölgun varanlegra hjúkrunarrýma og telur þau miklu ósamræmi við þá hrópandi þörf á fjölgun hjúkrunarrýma í landinu öllu.
Fyrir liggur að þegar heimild höfða til reksturs svokallara biðhjúkrunarrýma í tengslu við fráflæðisvanda Landspítala rennur út í lok septembermánaðar 2019 munu standa auð og ónotuð 4 íbúðarrými á Höfða. Vert að geta þess að samkvæmt útreikningi heilbrigðisráðuneytis kostar 36,5 milljónir króna að byggja nýtt hjúkrunarrými með búnaði. Því munu standa ónotuð íbúðarrými á Höfða sem kostar 146 milljónir króna að byggja. Varandi rök ráðuneytisins að heilbrigðisumdæmi Vesturlands sé eitt best setta heilbrigðisumdæmi landsins með tilliti til fjölda hjúkrunarrýma vill stjórn Höfða taka eftirfarandi fram. Í sveitarfélögunum Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Akraneskaupstað sem í suðurhluta umdæmisins og liggur að heilbrigðisumdæmi höfuðborgarsvæðisins er 65% af íbúafjölda umdæmisins en einungis 50% af varanlegum hjúkrunarrýmum umdæmisins og því mikil þörf á nýjum hjúkrunarrýmum. Í dag eru 28 einstaklingar á biðlista eftir hjúkrunar- og dvalarrýmum á Höfða og á biðlista eftir hvíldarinnlögn í hjúkrunarrými eru 20 einstaklingar. Reiknuð vistunarþörf í hjúkrunarrými fyrir Akranes og Hvalfjarðarsveit er langt umfram þau 61 hjúkrunarrými sem eru á Höfða í dag. Með tilkomu færni og heilsumatsnefnda er vistun í hjúkrunarrými ekki bundin við íbúa hvers umdæmis fyrir sig. Í dag eru 8,5% af íbúum Höfða með færnismat úr öðrum heilbrigðisumdæmum og 11% af einstaklingum á biðlista eftir dvöl. Stjórn Höfða skorar á Svandísi Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra að endurskoða afstöðu sína til erindis Höfða fjölgun varanlegra hjúkrunarrýma og felur formanni stjórnar og framkvæmdastjóra að óska eftir fundi með heilbrigðisráðherra sem allra fyrst málið. Ályktunin er send heilbrigðisráðherra, þingmönnum Norðvesturkjördæmis og eignaraðilum. Og þessi ályktun er hér með lögð fram til umræðu. Ykkur sem að vill tjá sig þetta og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Í gær fór fram stjórnarfundur á Höfða hjúkrunar- og dvalarheimili þar sem að stjórnin ályktaði málefni Höfða og í rauninni svari heilbrigðisráðherra sem barst okkur í bæjarstjórn núna í byrjun janúar. Eins og við munum öll þá voru það bil 2 ár búið að liggja inni bréf óskum fjölgun hjúkrunarrýma á Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimili hér á Akranesi og engin svör bárust frá ráðuneytinu, heilbrigðisráðuneytinu, þrátt fyrir ítrekanir þar Og það er ekki fyrr en bæjarstjórn Akranes skerst í leikinn núna 11. desember að mig minnir síðastliðinn og óskar eftir skýrum svörum og ályktar málið að svör berast. Ég vil nú taka það fram hér að Höfði fékk aldrei svar frá ráðuneytinu, heldur þurfti Höfði að kalla eftir því innan úr ráðuneytinu að fá formlegt svar við erindunum. Heldur bara erindið eingöngu hingað til okkar en ekki til Höfða. Þetta er nú ekki eina bréfið sem að hefur legið inni í ráðuneytinu en það er í október síðastliðnum þá var bréf búið að bíða inni fjölgun dagdvalarrýma í ár og þegar við kölluðum eftir svörum núna í janúar það bréf þá voru svör ráðuneytisins á þá vegu að það hlyti að hafa dottið bara ekstra á milli það bréf og við ættum að hafa svar mjög fljótlega. Þau svör hafa ekki enn borist og við höfum ítrekkað það bara beint við ráðuneytið. En það eru þetta algjörlega óþolandi að það þurfa að fara í svona vegferð til þess að geta átt samskipti til að geta fengið svör við bara þeim erindum sem að leita þér eftir. Já, eins og fram kemur í ályktun Höfða sem að tillaga hér að taka undir hér í bæjarstjórn þá kemur þar fram að Borgarbyggð
Hvalfjarðarsveit og Akraneskaupstaður, hérna suður hluti heilbrigðisumdæmisins hér á Vesturlandi, við skerum okkur talsvert út hvað varðar aðra hluta umdæmisins. Eins og fram kemur í ályktuninni þá 65% af íbúafjölda umdæmisins hér á þessu svæði, á meðan við einungis með 50% af varanlegum hjúkrunarrýmum í umdæminu á þessu svæði. Á meðan við vorum að vinna drög að þessari ályktun þá voru 27 einstaklingar á biðlista, en í gærmorgun þá voru þeir orðnir 28, þrátt fyrir að hafa verið að taka inn einstaklinga inn á fundum stjórnar. Þetta eru 28 einstaklingar með minnir að skiptingi sem 15 í hjúkrunarrými og þá 13 í dvalarrými, en síðan eru 20 einstaklingar sem bíða eftir hvíldarinnlögn. Þar sem að eitt af svörum ráðherra var að því að við erum svo vel sett heilbrigðisumdæmi hér á Vesturlandi, þá ákveðum að nýta því einmitt við umsögnina hérna, eða ályktunina fyrirgefiði, frá Höfða að 8,5% af íbúum Höfða eru með færnismat úr öðrum heilbrigðisumdæmum og 11% þeirra sem eru á biðlistunum okkar eru úr öðrum umdæmum. Þannig að mér finnst þetta skjóta svolítið skökku við að benda eingöngu á þetta umdæmi á meðan að okkar skylda og þetta sjálfsagt að taka við fólki sem hefur heilsufærnismat úr öðrum. Þá viljum við þetta sé horft á þetta í samhengi. Hvað varðar það? Það lagt til að þetta sé sent heilbrigðisráðherra, þingmönnum Norðvesturkjördæmis og eignaraðilum. Mér langar líka að segja ykkur frá því að fyrir nokkru síðan þá hitti stjórnarformenn Höfða og Brákarhlíðar ásamt framkvæmdastjórum beggja heimila og vorum að ræða það hvernig við gætum tekið höndum saman í að knýja umbætur á okkar hjúkrunar- og dvalarheimilum saman til að búa til meiri þrýsting á ráðuneytið vegna þeirra sérstöðu sem við í rauninni búum yfir í þessum hluta heilbrigðisumdæmisins. Framkvæmdastjórar beggja heimila fóru á fund þingmanna kjördæmisins fyrir ekki löngu síðan og töluðu máli þessu mikilvæga fjölga hjúkrunarrýmum, breytingar á fjölgun og dagdvalarrýmum og sem sagt áður þessi fundir hafði átt sér stað, áður en fundurinn átti sér stað hérna á milli Brákarhlíðar og Höfða, þá hafði stjórn Brákarhlíðar fengið fund með heilbrigðisráðherra fjölgun hjúkrunarrýma, en svörin voru á þá leið að við værum mjög vel statt heilbrigðisumdæmi. Þannig að ég held svona í ljósi þess alls að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að taka undir þessa ályktun sem að stjórn Höfða sendi frá sér í gær. Svona líka sérstaklega vegna fyrri sögu að ráðuneytið hefur ekki verið að svara nema bæjarstjórn Akraness hefur skorist í leikinn. Þannig að ég vonast bara eftir góðum undirtektum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls, það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða, ég vil taka undir það sem bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir var að segja hérna, en einnig benda líka þá staðreind að núna í september þá lýkur samningi fjögur rými á Höfða og samkvæmt útreikningum heilbrigðisráðuneytisins kostar 36,5 milljónir að byggja nýtt hjúkrunarrými með búnaði og því mun standa ónotuð íbúðarrými á Höfða sem kostar 146 milljónir í byggingu. Þetta bara eitthvað, þetta eitthvað sem ekki hægt að ná utanum. Þarna erum við klárlega að kasta krónum fyrir aura og eitthvað sem við getum bara ekki leyft okkur. 150 milljónir kostar að byggja þessi rými og það verið að byggja rými allt land
og það verið að kalla eftir fleiri rýmum. Á sama tíma eigum við rými einmitt sem kostar 150 milljónir að byggja en ætlum ekkert að gera. Það eitthvað sem við getum ekki látið líðast. Takk fyrir. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Það bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla svona aðeins til þess að bæta inn í þessa umræðu að stjórn SSVAF sá ástæðu til þess að koma með ályktun eða áskorun á heilbrigðisráðherrann og það var ekki af góðu einu því að þetta virðist vera sameiginlegt vandamál hjá okkur og þeim í Borgarnesi, í Brákarhlíð, þar sem að þeim hefur líka verið neitað fjölgun á rýmum þar sem að þau í rauninni geta bætt við með litlum tilkostnaði fleiri rýmum, en ég ætla að nota þetta tækifæri að því við erum að ræða þetta mál og fá að lesa hérna ályktun eða áskorun stjórnar SSVAF, þetta nú, kallað bókun. Með leyfi forseta, stjórn Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi skorar á heilbrigðisráðuneytið að endurskoða afstöðu sína til erinda hjúkrunar og dvalarheimilanna Brákarhlíðar í Borgarnesi og Höfða á Akranesi fjölgun hjúkrunarrýma. Þörfin fyrir fjölgun rýma afar brýn en hátt í 30 aðilar á biðlista eftir því að komast inn á þessi heimili. Þá liggur ljóst fyrir að með afar litlum tilkostnaði hægt að fjölga rýmum á þessum heimilum. Að mati heilbrigðisráðuneytisins staðan varðandi fjölda hjúkrunarrýma þokkalega í umdæmi Heilbrigðisstofnunar Vesturlands, hins vegar umdæmið afar stórt og nær yfir 15 sveitarfélög á Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi. Því má heildarstaðan í umdæminu aldrei verða til þess að útiloka fjölgun rýma þar sem þörf brýn. Þörfin fyrir dvalar- og hjúkrunarrými í sveitarfélögum getur verið mjög mismunandi, þar sem þættir eins og íbúaþróun, aðstaða á dvalar- og hjúkrunarheimilum og vegalengd á milli þéttbýlis og jaðarbyggða geta haft áhrif á þörfina fyrir fleiri rými. Svo hljóðar þessu bókun og það með í rauninni ólíkindum að ráðuneytin noti það sem rök fyrir því að það sé ekki hægt að fjölga hér á suðursvæðinu að því að staðan svo góð á öðrum stöðum að það kom fram að það í Stykkishólmi, þeir geta í rauninni tekið við fleirum og önnur heimili sem í rauninni eru með laust pláss kannski fyrir 1 eða 2 og þar af leiðandi eru kannski ekki biðlistar. Ég veit að borgnesingarnir hafa verið að nýta sér að einhverju leyti þau rými sem eru í Stykkishólmi með hvíldarinnlögn, en það getur ekki verið í rauninni einhver áætlun hjá ríkisstjórninni að við séum að flytja fólk í rauninni á móti þess vilja hreppaflutningum í dag. Ég held að það sá tími ætti í rauninni að vera liðinn en því miður þá eru alltaf mörg dæmi það og þannig að ég held að við höfum að vera bæði við sem bæjarstjórn og svo í þeim samtökum sem við eigum aðild að og með þeim stofnunum sem eru í sama vand og við höfum bara að nýta allan það mátt sem við höfum til þess að knýja á úrbætur í þessu máli og þess vegna tek ég heils hugar undir
þessa ályktun okkar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa ályktun? Svo ekki og forseti ber þá þessa ályktun bæjarstjórnar að taka undir ályktun stjórnar Höfða. Þessi samþykja hana svo sem hún var lesin hér upp áðan, gefa merki. Það er allir sem samþykja hana 9-0. Þá erum við komin að 9. máli á dagskrá. Hefur málsnúmeri 19.0119 frumvörp, reglur og þingsályktunartillögu til umsagnar 2019 og hér að ræða ályktun varðandi hvalveiðar og forseti áður en að við opnum á umræður þá gerir forseti fundarhlé. Óskar eftir því að starfsmenn fundarins slökkvi hér á mynd og hljóð útsendingu rétt á meðan.